þessum þætti tölum við stjórnmálafólk og fólk í pólitíkinu einhverju leyti þeirra vinstri sinnaðustu, hægri sinnaðustu, frjálslyndustu og íhaldssömustu skoðun og með mér í dag Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins sem er nú í öðru sæti í komandi kosningum í borginu. Velkomin Magnea. Takk fyrir að bjóða mér. Mjög skemmtilegt að vera hérna. Já, takk. Hver hægri sinnaðustu skoðunin þín? Mjög góð spurning. Takk. Veistu, þetta var mjög erfitt verkefni að fá þetta verkefni að velja hægristu, vinstrisinnastu, íhaldssömustu og frjálslyndu skoðuna. Já. Að ég áttaði mig að ég er bara mikil miðjumanneskja. Algjört miðjumoð, eins og sem ég segja að Framsóknarflokkurinn sé, opinn í allar áttir og stefnulegs kannski. En ég vil meina að þetta sé svona skynsamur stjórnmál. En hægri sinnaðasta skoðun mín, já, maður skrifa hérna. Þú ert fyrsta manneskjan sem ég tek viðtal við á ævinni sem að mætir undirbúin með bók. Já, þetta var ótrúlega erfitt. Þetta er ekki eitthvað sem ég get hugsað og ég held líka fólk sem er annarkvort mjög vinstrisinnað eða mjög hægrisinnað. Já. Það er annarkvort með sína hægrisinnu skoðun og festir svolítið í henni. Það er bara, það er svona einhver stefna og kreddan sem er rétt í þeirra huga og þeim langar smástundum að vera með eitthvað vinstri skoðun. Já. Af því að það hendar ekki pólitíkin þeirra. Þannig að það eiga eina svona laumupóka já, bara vinstri skoðun. í vasanum einhvers staðar. En þegar þú ert á miðjunni, þá mátt alveg eiga smá skoðun til hægri og vinstri, smá íhald og smá frjálslyndi. Þannig að þú ert í svona kjörstöðu til þess að vera bara í smá frelsi skoðunum. Þannig að ég held að það sé ástæðan, sko. Já. Fyrst held ég bara að ég þoli ekki kreddur. Ok. Og hérna. Þetta er orð sem ég er alltaf að heyra. Já. Hvað þýðir? Hvað eru kreddur? Er það bara að býta eitthvað í sig og... Já, bara þetta sé rétta svarið og þetta tengist ekki beint, þetta tengist hægri sinni skoðun en líka vinstri sinni. Já. En þess að fólk sem er hægri megin eða vinstri megin, það festist oft í ykkur svona bara þetta er leiðin. Já. Og þess bara eins og meirhlutinn í borginni er búin að ákveða það að Reykjavík borg á að reka leikskóla. Það á ekki að hleypa atvinnulífinu inn. Já, einmitt. En þú veist, akkur er það eitthvað besta leiðin, það er bara ákveðin kreddupólitík og þannig að jafnvel þó að foreldrar einhverju vilja það, þó vinnustæðir vilja það og það sé ákveði samfélagslega ákall það að bjóða upp á fjölbreyttar lausnir, þá bara hentar það ekki kreddunni sem er bara ákveða það að þetta sé ekki leiðin sem við má fara. Sko ég talaði þetta við Ragnhildi daginn líka og núna bara skil ég ekki alveg af því að þú veist, Hjallastefnan rekur leikskóla, það er einkaaðili og það eru foreldrar reknir leikskólar. Akkurat. Þannig að hvaða leið, eða þú veist, við erum bara að tala þú veist, að vinnustaðir séu ekki að fara að reka leikskóla. Þú veist, af því að Hjallastefnan er náttúrulega bara einkahlutafélag, eða ekki? Jú, það er einkafyrirtæki og Félagsstofnun stúdenta er líka að reka leikskóla og Arion banki er að reka daggæsluúrræði. Þannig að það er ekki eins og það einkaframtæki sé ekki neitt að taka þátt í þessu með okkur. Já. En svo kemur að vinnustöðum og þá kemur eitthvað svona sjónarmið að jafnræði barna og það ekki mismunna eftir eitthvað fóreldrarnir vinna að vera með blandað samfélagi í leikskólum og það eigi ekki að vera plásbarna í leikskóla og ekki að vera bundið ráðningarsamband foreldra. En við erum bara með svar við því, við bara gerum samninga að ákveðið hlutfall barnanna koma á hverfinu þannig að barnið sé ekki tryggt, eða svona það er ekki tengt við ráðningarsamband foreldra. Já, einmitt. Þannig að það sé félagsleg blöndun og ef foreldrar missi vinnuna þá missir ekki leikskólaplási. Alveg svo hjá FS, Félagsstofnun stúdenta, þó foreldrar hætti í háskólanámi, þá fer barnið ekkert úr leikskólanum. Það fær að halda áfram. Þannig að það er alveg hægt að gera þetta. Já. En þetta er bara eitthvað svona kreddupólitík að atvinnulífið eigi ekki að koma nálægt þessum rekstri. En hver er besta leiðin til að mismuna börnum? Ef þú fengir verkefni að byrja að mismuna börnum, hvað myndir þú gera? Ég myndi aldrei vilja mismuna börnum. Já, verður að gera það? Það er bara ekki hægt. Það er víst hægt að mismuna börnum. Það er að fara í hægri sinni til skónum mína. Já, ok, tengist örugglega. Já, tengist. Hún er nefnilega það að ég treysti bara almennt fólki til reksturs líka á grunnþjónustu. Já. Eins og leikskólum og og mér finnst alltaf að þessi enga heilsugæslustofur og klíník. Já. En auðvitað með samning við sjúkratryggingar. En mér finnst bara alltaf lægja að einkaaðilar gera og ég treysti þeim alveg til þess að reka þessa hluti. Ok, ég er hjá einkastofu og það var geðveikt þegar hún opnaði. En núna sökkar það. Af hverju? Ég veit ekki hvaða heilsugæslu ert, já. Ég vil ekki segja það því að... Nei, það er því. En ég veit ekki hvað það sökkar. Ok. Það er bara eitthvað sem ég vildi kvarta yfir.
Eða skiptum heilsugæslu. Eða Það skiptum er alveg ákveðið svona move sko, til þess að segja Já. bara ég mótmæla þessu lélegri þjónustu. Já. Það bara færa mig. Ok, þannig að þú á borgarlevelinu þá þýðir þetta á sveitastjórnarstiginu þá þýðir þetta leikskólar Já, það þýðir það. til dæmis. Og grunnskólar. og grunnskólar, já, sveitafélögin reka Og grunnskóla. bara samningar við, þú veist, félagsamtök og fyrirtæki sem sinna velferðarþjónustu. Já, Þú veist, við erum til dæmis með samninga við félagsamtök eins og foreldrahús sem sinna svona vímuefnaráðgjöf við foreldra og börn. já, Þannig að, þú veist, bara alls konar svona. Ég er ekki mótið í einkaframtæki komi inn og hjálpa okkur. Og ég held að samkeppni á svona markaði, til dæmis sem menntamarkaði sé bara getur verið heilbrigð. Ég held til dæmis að HR þegar komin á markaðinn hafi haft jákvæð áhrif á HÍ. já, Þegar HR kemur með eitthvað nýtt og HÍ þarf að hugsa að við erum missað kannski nemendur, eða ég var að pröfa eitthvað nýtt. já, Þannig að, og saman með hjallastefnuna og alla þessa leikskóla. Ég held að sé bara jákvætt að vera með valmöguleika og fólk hafi val það svo lengi sem að tækifærin sé jöfn. Í hvaða háskóla fórst þú? HÍ. HÍ, já, mér finnst fólk sem fór í HR svolítið asnalegt en þér. Ég náttúrulega var í lagadeild HÍ sko og það er ekkit eðlilega svona pretentious sko að vera sko að lagadeild HÍ sé bara svona best í heimi. Það Er það málið? Þú veist, það er allan að málið að þú spyrir laganema í HÍ. Já, það er lagadeild í HR líka. Já. Og HA HÍ, já. og Bifröst. Og lítur HÍ niður á Já. þau öll. Já, Grunninn gerðan sko. ok. Ég held að sé aðeins samt að jafnast út sko. Já. En þetta var rosalega rígur fyrir svona 5 árum. En af hverju? Hvað er svona best við lagadeild HÍ? Lagadeild HÍ er bara svo gömul, bara Já. gömul og Já, já. Orator er mjög sterkt hérna nemendafélag, Já. langa sög og mjög öflugt, þú veist, hún er ógustlega öflug. Ég var í stjórn Orator og það er bara viðburð hver einast föstudegi og Vá. svaka prógram. Vá. Þannig að það er ógustlega gaman líka í lagadeild HÍ svo ég mæli með deildinni. Ok. En sko, þú talar líka velferðar þjónustu, einkaaðilar komin í það, þú veist, hvaða velferðarþjónustu rekur borgin? Við erum ekki með hjúkrunarheimili, er það nokkuð? Nei, það er verkefni ríkisins, en við erum með Reykjavíkurborg er að hérna reka dagþjálfun og eru náttúrulega með heimaþjónustu Já, við eldra fólk, heimilistrif og eru samvinnu við heimahjúkrun já, eins og barnaverndin, öll félagsþjónusta, já, fjárhagsaðstoð sveitarfélagana, neyðarskýli fyrir heimilislausa, hérna, og alls konar þjónusta við fólk sem er jaðarsett eða þarf félagsþjónustu. Við erum með samfélagshús alla borg, þannig að það er rosalega víðtæk félagsþjónusta sem borgin Og hvað af þessu myndirðu einkavæða fyrst? Ég veit ekki, sko, einkavæðing er náttúrulega svona eitthvað orð sem að þýðir svona eitthvað að fólk þurfum að borga fyrir það. En Já, ég er að tala um kannski að við felum með samningum einkaaðilum að sjá um eitthvað. já, Þú veist, alveg eins og við gætum alveg gert í auknum mæli ákveðna þjónustu, heimilistrif til dæmis. já. Matarþjónustu. Eru starfsmenn borgarinnar sem er að fara heim til, þú veist, gamals fólks að þrífa? Já. Vá, ég gerir ráð fyrir að því að það veri útvistuð. En það er alveg hægt að gera. Já, En þú veist, svo er bara ólíka Sammála. skoðanir, sumir eru ekkit til í neina útvistun, bara ett ól. Þú veist, þá vilja bara hérna skrifstofa borgarinnar sér þrifnar af fólki sem er að vinna á borginni. En ég hugsa sko samningar við fyrirtæki geta oft verið jákvæði, það er bara sérfræðingar í einhverjum hérna hlutum eins og þrifum. Að þá gerir bara samningum, þú veist, þetta kostar þetta, þá veistu líka fyrirsjáanleiki kostnað fyrir borgina, bara samið við fagfólki í því. En þetta er auðvitað bara eitthvað svona hagsmunum að hverju sinni. já. Ég myndi kannski ekkert útvista barnavend. Nei, einmitt, það Það var er bara- ógeðslega fyndið að gera það. Það er bara svona útvista lögreglunni. Það er bara Já. mjög skrítið. Þetta er svona þannig viðkvæm grunnþjónusta sem á Já. ekki heima neins staðar annars staðar nema kannski óbyrð aðla. Já, ok. Þannig aldrei í línuna. Já. Og, ok, já, gott mál. En Svo ég er ekki svona það hægri sinni, sko. Í sömum málum kannski. já, ok, já. Þannig að, já, en hvað er vinstri sem næsta skoðunni? Já, sko, ég vil alls konar sé frítt. Ok, Þú veist, ég var til að leikskólar sé frýr. Já. Bara með þess að legalega að fólk sé að borga fyrir leikskóla og þeir ekki svona borga það mikið því við erum að niðurgreiða svona 90% nú Já. þegar. Þannig að hver er tilgangurinn með þessum auka 30-40 skalli Já. sem að fólk borga. En Veist, og þá einhverju kannski vegra sér við að senda börnum í leikskóla. Já, einmitt, finnst þér þetta lögfesta leikskólastiði? Já, upp að frá ákveðnu aldri. Ég er Já. ekkert að segja, við erum að lögfesta rétt barnandi sem fara á leikskóla
en þú veist, minnst alltaf En lægi ekki að skylda setja foreldra til skylda þess að- kannski frá já. 5 ára eða eitthvað. Líka þannig öll börn sem að koma yfir í grunnskóla sé með ákveðin grunn, sama grunn. Einmitt. Þannig að mér finnst það líka skrítið einhvern veginn að sum börn hafa ekki farið í leikskóla. Af því að það er mikilvægt að öll börn hafa einhvern grunn. Já. Þannig að, þú veist, almenningssamgöngur, Já, ert þú hlindið til dæmis þessari tölu að borga meirihlutanum núna? já, við mér, þau lögðu fram 16 ára og yngri frítt og við Já. komum með breytingar til 18 ára og yngri. Ok, Þess að ég vil bara öll börn hafa Já. frítt í almenningssamgöngur og hvað sagði meirihlutanum því? að felda. Aha, Já. akkurru? Vildi ekki svona skoða Í hvað það alvöru? kostaði. Akkurru? Ég veit það ekki, þau bara voru búin að ákveða hitt. Hver var, Og það er ekkert allir í meirhlutunum hlindir 16 ára, þannig Nei. að það hefur örugglega verið ástæðan. Þú veist, einhverju samfélkinu voru ekki til í þetta 16 ára viðmið, sko, vilja bara borga áfram. Þannig að það hefur sennilega verið ástæðan þegar þau voru ekki tilbúin að tegja sig upp í 18. já, ok. Vá, svo mikil framsóknar kona að þú gast réttlætt. En þér finnst það Ég var svo galið, skynsum, já. þér finnst það galið eða ekki, að þið voru, eða vildu það ekki? Jú, mér finnst það gali. Já. En mér finnst bara mjög margt gali sem þess að meirhluti gerir. Hvað er galnast sem þið gera? Sko, það sem þau gerir svona almennt er að vísa frá tillögum að þau get ekki tekið afstöðu til þeirra. Mm. Þú veist, bara alls konar tillögum, þú veist, eða vísa einhverju nefnd, þú veist, jafnvel svona góði hlutir eins og vilja til að Reykjavík eru barnvænt sveitafélag, Já, vísaði nefnd. Hver er að móti því að Reykjavík sé barnvænt sveitafélag? en hvað þýðir það? Þetta er svona alþjóðleg viðurkenning frá UNICEF Já, að borgin, þú veist, fari ákveðnar skipulagsbreytingar til að tryggja að börnin sé alltaf að hagsmuni þeirra í forgangi. já, Þú veist, sem þýðir það að við endurskoðum hvernig við tökum ákvörðunartökur, meira aðkomu barna og bara svona heildar endurskoðun til þess að börn sé áheyrnarfulltrúar í nefndum og ráðum og Já. svona tryggja það að þeirra rödd sé hluta ákvörðunartökunni. já. Sko, mér finnst það góð hugmynd, en gallin er að það verða, að þú veist, krakkarnir sem fari í þau ráð verða bara svo nördar. Það er ekki alltaf lægja. Ég held að sé alltaf lægja að við séum bara með börn sem að kunna pólitík líka og sé að fylgjast með samfélaginu Já. og hérna hvað er það að vera nörd? Bara, Þetta var svo mikið ég Þessi- sem barn, sko. jokk, þannig að ég er svolítið erfitt með nörda. Þetta er svona líffræðilegir erki óvinni mínir, það eru nördar. Það Já. er jokk. Þetta er erfitt, Já, en, mjög íþengjandi. ok, þannig að þú vilt að alls konar sé frítt og þú nefnir leikskóla Já. og þú vilt að almenningssamgöngur séu fríar. Já, sem er samt pínum mótsögn því ég er ekkit endilega alltaf til í að hækka skatta og uppröðvaldi, sem er líka hægri sinni skoðun sem ég er með. Já, Það er við verðum að fara að valega í skatt innheimtu á fólk og fyrirtækjum já, til þess að bara tryggja það að fólk geti farið að framkvæma eitthvað og hafi ákveðið svigrúm til þess, stækka kökulega eins, já. að það sé eitthvað jafnvægi. Þannig að þetta Borgin er er svona núna- mótsögn, sko, af við því að erum- það þarf að fjármagna grunnþjónustuna. Það er, við borgum eins mikið útsvar og löglegt er það ekki. Við erum í toppi, já. Og borgin hefur ekki verið tilbúin að lækka fasteignaskatta þrátt fyrir að fasteignaverð hækki. Sem ég hef vel verið á móti að því að núna er til dæmis fasteignaskatnir hjá mér hækka 10% frá 2025-2026 Já, og það er svona meðaltalið yfir borgina já, sem er alveg rosalega há hækkun. já. Þú veist, og það gerist ekki neitt nema fasteignaverð hækkaði. Þú veist, launin mín hækkaði ekki 10% Já, eða launin einmitt. neittna skilur. Já, emmett. Það er bara það að fasteignaverð hækkaði þannig að þó að þú keyptir íbúðunar fyrir 5 árum og Já. einhver allt öðru verði þá þarftu að borga meiri fasteignaskatta. Já, emmett. Og mér finnst það ekkert endilega sanngjörn skatt það sérstaklega ungt fólk sem er einhvern veginn að berjast við að borga þessi húsnæðarslán. Já, já, Þannig já. að ég er ekki hlýnt í að bara automatist hækki eða lækka eins og hins sveitafélögin gerði á höfuðborgarsvæðinu. Já, lækkuðu allir henni sveitafélag? Já, prósentuna sko. Já. Af því að þú veist, prósentan hélst og sami Reykjavík Já. en svo viðmiðunartalan hækkar út af því að fasteignaverð hækkar. Þú veist, Já. skrítin reikning líka. Svona Við- ósangjörn skattlækning. Já, býtu, hvað eru fasteignaskattar, eða fasteignagjöld, eða ekki bara, þetta er það sama, fasteignaskattar, Já, já, þetta er fasteignaskattar, já. Hvernig er það reiknað? Hvað er prósentan? Eðst, Vá, ég man ekki akkur núna álegningarhlutvalli. en það er sérst þannig að það er ákveð svona kapp á álegningarhlutvalli já, sem að sveitafélagið má leggja. En það er sérst viðmiðun miðað við fasteignaverð eða hérna fasteignamat. Þannig að segjum að þú búir ykkur götu og nágranninn selur húsið sitt á mjög dýru verði. Þá hækkar fasteignaskattin þínir já, á næsta ári. já, emmett. af því að verðmætið á fasteignum á svæðinu hækkar. Já, Þannig að það er frekar svona ósangjart gagnvart þér af því að Já. nágranninn seldi okkur svo dýrt. já, emmett. Og, já, við erum náttúrulega flest bara með, á Íslandi, með allan okkar sparnað í fasteign. Já, bara allt. Já, Það er bara allt sem við eigum er í þessari steypu. já, Ef við eigum það skilju og þetta er líka, þú veist, nú hækkar þetta og hlýtur leiga einhver leiti að hækka líka því að það sem á fasteigna þarf að borga meira í rekstrarkostnað. já. Þannig að ég held að þetta sé ekki
gott. Og sami leiguskatt, ég er ekkert mjög hlynd því að hann sé of hár. Já, leiguskattur? Já, og hann að hækka núna. Já. Sem að ég held að sé ekki gott til framtíðar, því að mun hækka leiguna og það er það sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er að spá. Og, já, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, já, einmitt. En þær tekjur renna til, Ríkisins. Til ríkisins, ok. Og fasteignagjöldin, þau renna til sveitarfélagsins. Já. Já. En þannig að þetta er víst til þess að hækka leigu ef það er innheimt bæði hækkandi fasteignagjöld og leiguskattur. Vissirðu það? Já, ég sá það. Það er líka sem ég hef áhyggjur á, sko. Já. Ég hef áhyggjur af því að svona skattlægning enda fólki og þú veist, á sama tíma er ríkisstjórnin að segja við ætlum ekki að hækka skatta á vinnandi fólk. Já. Sem það er að gera, gefum svona einhverja laumu baktra leiðir. Já, er það að tala um að hækka bara skatt á atvinnulausa? Atvinnulausa? Já. Nei, já, þetta er ekki vinnandi fólk, já. Þú veist, þú verður bara venjulegt fólk, eitthvað svona venjulegt. Hinn venjulega launþega sem er eitthvað, þú veist, iðnaðarmaður eitthvað. Það er ekkert mikið talað um fjölskyldufólk í þessari ríkisstjórn. Ég fíla það. Fílar það? Þú ert ekki hrifin af fjölskyldum? Ég er ekki hrifin af fjölskyldum. Það er svona core identity Framsóknarflokksins eru fjölskyldur. Það? Já, bara heimili í landinu, fjölskyldur, það er bara svona okkar. Átt þú börn? Nei. Ég er náttúrulega bara 28 ára, sko. Já, þú ert bara 28 ára. Það gleymir stundum. Þú ert búin að vera í borgarstjórn frá því að þú varst á 24 ára? 25, ég var 9 ára 25 ára. Já. Ég er sko yngsti borgarfulltrúi sem er kjörinn í sögu borgarstjórnar. Í sögu borgarstjórnar? Og er gaman í vinnunni? Mér finnst það svo gaman. Já. En þetta er alveg gamall vinnustæður. Já. Það eru svona flestir svona í kringum 50 og margir eiga barnabörn og svo mæti ég hérna helmingi yngri en allir aðrir. Já. Þannig að mætti alveg vera meiri fjölbreytni í borgarstjórn. Bara það er mitt hot take, bara meira ungt fólk í pólitík. Og treystum ungu fólki, veist. Ég vil alveg, að ég veit að þú spyrir um frjálslyndaskoðun eftir eina mínu frjálslyndaskoðunum er að minnst að lækka kosningaldur. Já, niður í 16. Ég skrifa björðrætgerð minni í lagadeild um það. Ok. Út frá barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Já, þú ert svona hrifin af... Ég er mjög hrifin af barnaréttindum. Já. En já, af hverju við skulum bara fara yfir frjálslyndastu skoðunina. Er það frjálslyndasta skoðunin? Nei, er ekki frjálslyndasta. Nei, ekki fara strax í hana. Nei, ok. Af hverju viltu lækka börn? Nei, af hverju viltu að börn séu lægri? Sko, af því það er í raun og veru engin svona, sko, ok, fyrst, ég ætla að segja fyrst að þau byrja að borga skatta 16 ára. Já. Og það er alveg galið að byrja að borga skatta en við rektum að segja hvað þeim er ráðstafað. Já. Eða hvað flokkar fá að ráðstafa fjármununum. Þannig að velur enga fulltrúa en átt að borga í hítina. Það er ósanngjarnt og þá er það sumir rök sem við notum fyrir að því að konur fengið kosningarétt á sín tíma. Já. En svo er það líka þannig, sérstaklega á sveitarstjórnarstiginu, að mikið af því sem við erum að gera hefur bein áhrif á ungt fólk og börn. Og það er sérstakt að þau hafi ekkert um það að segja. Því að hagsmunir þeirra liggja bara beint þarna. Já. Og barnasáttmálinn gerir ráð fyrir því að réttindi barna fari stigvaxandi eftir aldur og þroska. Þá ekkert endilega allir réttindi að koma bara úr 18 ára. Aha. Heldur á það fara stigvaxandi eftir þínum þroska. Já. Og ég tel, og svona fór yfir það í hérna, já, það var réttindi sko, til lífs og alls konar skilur. Já. En hérna, ég fór yfir reitgerðinni að það væri kannski ekki marktækumunur og þau lönd sem hafa gert það í hvernig 16 ára, 18 ára greiða atkvæði. Þú veist, það er ekki þannig sko munur á þeirra heila þroska að þau kjósa öðruvísi. Þannig að ég tel líka aðstöðu fyrir því að þau megi kjósa. Þetta er svona lýðræðislega réttur sem er líka grundvallar réttur og sumir vilja alveg ganga það langt að segja bara allir eiga að fá atkvæði réttu fæðingu. Við fæðingu? Og foreldrar hafa umboð fyrst. Mér finnst það svona fullan gengið sko. Já, það er galin pæling. Já, mér finnst það galið, en 16 ára... Hver segir þetta? Það er bara... Ég veit ekki hvað fólki heitir. En þetta er bara í svona umræðin kosningarétt sem er náttúrulega grundvallar réttur lýðræðisríkis að fá að kjósa fulltrúa. Að þá er þetta alltaf svona umræða, þú veist, eitthvað debate, hver fær að kjósa, eiga börna, er þetta réttur sem öðlastu fæðingu eða við þroska. Og þegar þú tala um þroska, þá ertu að tala um eitthvað svona, eitthvað hæfileika eða hérna, eitthvað getu. En af hverju ertu þá ekki að miða getu við, sko, aldur? Þú veist, af hverju missir þú ekki kosningaréttin eða verðum elliklub? Einmitt. Þannig að þetta er alltaf eitthvað svona, þú veist, við þurfum alltaf að ræða hvar leggur mörkin, þú veist, er það 18 ára, er það bara sanngjarnt af því þá ertu fullorðinn? En þú ert svolítið með sjálfræði heilbrigðisþjónustu 16 ára. Ok. Þú veist, þannig að þú getur farið alla heilbrigðisþjónustu 16 ára annars að fólkdreininni vita því. Já. Þannig að réttinu okkar fara stigvaxandi. Já.
að því að þroskinn okkar hann fer líka stigvaxandi. Já, ég vil ítreka að hvað mér finnst heimskulegt að fólki finnist sumum að unga börn hafi kosningarétt sem foreldrar Já, mér finnst það galið. ráðstafi af því að Það hvati fyrir fólk sem er með eitthvað svona öfgaskoðun segja fullt af börnum og fara með atkvæðir eftir það. Já, einmitt. Þannig að ég ekki hlynnt því. Öfgafólk áfullt af krökkum nú þegar, held ég. Ég held að fólk á Íslandi eigi bara almennt fá börn, sko. Ok. Það vantar kannski að fjölga því. Já. Það væri kannski hvati til fjölga börningnum. Nei, ég er að grínast í. Ekki að segja það. Já, ok, en já, þetta er frjálslyndaskoðunin. Nei, þetta er ekki Nei, þetta er ekki frjálslyndaskoðunin, Þetta er bara ein frjálslyndaskoðun, sko, af því ég veit að íhaldsfólk myndi ekki vilja þetta. Já. En ég myndi segja, sko, sem er frjálslynd, sko, sérstaklega innan Framsóknarflokksins, að ég vil bara afglæpa hvað er neysluskammta. Heyrðu, ég sammála þessu. Af hverju viltu gera það? Af því að mér finnst bara fáránlegt, nei, ég hef aldrei, ég hef ekki svona reykt sígarettu. Bara, ef ekki pröfa eiturlyf og ég bara segja þetta í svona honesty, ég bara hef engan áhuga á þessu. En mér finnst bara eitthvað rangt við að refsa fólki fyrir að vera með Jónu. Já. Hefurðu séð ólögleg fíkniefni? Já. Ok, þannig að ég ætla ekki að ljúga aðeins nettar en Sigmundur Davíð. Já, ég bara trúi heldur ekki að hann hef ekki séð ólögleg fíkniefni að þetta er út um allt. Annarkvort. En hann er alltaf annar kynslóð en ég, sko. Já, hann er fucking gamall. Gleymist. Annarkvort hefur hann ekki séð ólögleg fíkniefni og þú veist, annarkvort er hann legari eða hann er algjör fucking loser. En hann var sko í námi erlendis, þannig að mér finnst það bara svona hæpið að hann hef aldrei séð ólögleg fíkniefni. Það var mikið nám á Bretlandi eða eitthvað, í London. Í Oxford. Já, Oxford. Hann fór einhvern veginn til London, það dóp út um allt þar. Já, ég meina, ég bara labbar götur Reykjavíkurborgar finnur graslykt, sko. Já. Þannig að, og inn á börum, maður sér þetta. Þannig að þó að sér ekki svona leita af því, þá er þetta þarna. Já, einmitt. Þannig að það er eitt og svona, og ég held að refsistefnan í fíkniefnamálum hafi bara ekki virkað. Ég sammála. Bara það hún hefur ekki skilað neinum árangri, við erum búin að hækka refsingarnar en dómunum fjölgar á afbrotunum. Já. Þannig að þetta er ekki leiðin til þess að... Eru búin að hækka, refsingarnar búin að aukast? Já. Ok, ég vissi það ekki. Það er refsiramminn, það er alltaf hvert lag ákveð með eitthvað svona x mörg ár og svo svo dæmt þyngra og það dómarnir hafa þyngst en afbrotum hefur ekkert fækkað. Já. Þannig að þetta hefur ekki skilað svona varnaðar áhrifum sem að er tilgangurinn með refsiákvæðum. Já, einmitt. Þannig að ég held að við þurfum að fara ykkur aðra leiðir ef við ætlum að, ef markmiðið er að minnka afbrot tengt þessu, þá er þetta kannski ekki leiðin. Einmitt. Heldur eitthvað annað. Já. Ég tók stundum dóp í gamla daga og ég spáði aldrei í það hvort að löggan myndi stoppa mig. Þetta hún sé almennt ekkert að endilega elda fólk með eina Jónu eða eitthvað, ég veit ekki hvað varst að taka, sko. Að gera. Nei, ekkert mikið meir en Jónu. Nei, ok. Og hverjir eru mest ósammálaðir í Framsóknum þetta? Hvað finnst Einari Þorsteinssyni? Ég veit ekki, en ég held að hann getur mjög verið sammála mér, sko. Ok. En þú veist, það bara skipta skoðanir innan flokksins líka bara í mörgum málum. Já. Sem er líka bara svona ákveðin kostur að vera í stjórnmálaflokki að geta rætt þetta og það þurfa ekki allir að vera, það ekki sértrúarsamur. Þú veist, við erum bara svona sammála grunnstefnuna. Já. Og þú veist, við erum sammála með að vera miðinni og hérna standa vörðum hérna velferð fólks og svona. Já. En svo, þú veist, er þetta ekkert einhver svona mál, skilur, þú veist, en þetta er auðvitað úrlistarefni. Heldur að Einar Þorsteinsson myndi vilja koma í hennan þátt? Já. Þú voru bjóðan. Næs. Hann er örugglega með aukafyllari skoðun en ég, sko. Já, hann er algjör öfgamaður. Nei, kannski getur hann komið með eitthvað meira hot-take en ég. Ertu til í að hvetja hann til að koma? Já. Takk. Ég skal bara hringja hann aftur. Og eru þið vinir eða? Já. Hittist þið einhvern tímann utan vinnu? Bara all the time, en samt eiginlega oftast í tengsluvinnu, sko. Ok, en við erum að fara þorrablót fram á laugardaginn. Já, býtu fram, býtu hann var á einhverju öðru þorrablóti líka? Ég sá hann á Vísi eða eitthvað. Já, stjórnmálafólk er alltaf þorrablótum í febrúar. Ert þú að fara mörg stórrablót? Nei, ég var náttúrulega með lúnabólgur, sko. Þannig að ég var bara pínu heima. Ég skil, sko. Já. Það var bara fínt, það var bara svona ákveðin heimar hvíldarinn lögn. Já. Að fá lúnabólgu. Já. Og gerir ekkert, sko. Það var bara jafnaði. Já, ok. Ertu spennt að fara þorrablót fram? Já, einu sinni fara það óslega gaman. Veistu hverjir eru að skemmta? Ég er ekki búin að kíkja á, en það er eitthvað skemmtilegt fólk. Cool. Og er bara þorra matur? Ég hef aldrei farið á þorrablót. Nei, það er eiginlega bæði, sko, fæst borðan að þorramat. Ég er ekki pepp. Já.
Eða þú veist, mér finnst allt í lagi að fá mér eitthvað hangikjöti, eitthvað flatköku, hana harðfisk, þú veist, það er bara fínt. Ég er þar, en þetta súrsæta dót, sko, þetta er ekki. En sviðakjammar, hvað finnst þú þá? Allt í lagi bara. Já, mér finnst það. En ég er svona plokkari, skilur, þú veist, ég plokka kjötið. Já. Og bara það, og svo leyfa ég. Nei, ég leyfa sko fullt. Já, ok. Og þú veist, þetta er svona matur sem ég borða helst með eitthvað sem getur tekið svona afganginn, skilur. Já. Þú veist, ef ég borða þetta kannski með pappa eða eitthvað, svona slæta ég yfir á diskinn hans, eitthvað svona ok. Já. En hver er íhaldssamasta skoðunin þín? Og hún er eiginlega líka jafnframt þjóðræknasta skoðunin mín. Ok. Mér finnst að öll fyrirtæki á Íslandi að heita íslensku nafni. Já. Og íslenska eigi bara að vera allstaðar. Öllum skiltum, fremst, öllum veitingastöðum á bara að vera íslensku matseðil. Það má kannski vera líka ensku. Já. En það á alltaf að vera svona íslenskan á alltaf fyrst sæti. Já. Sammála. En þú veist, ég ger mig grein fyrir að kannski ekki raunhæft að þú ert með fyrirtæki á markaði sem að, þú veist, þurfa kannski að vera með eitthvað alþjóðlegra nafn. En það er kannski að finna alþjóðlegra íslenska nafn. Íslenskt nafn. Já, einmitt. Eða vera með 2 nöfn. Já, eða eitthvað svona bullnafn eins og Alvogen, þýðir það eitthvað? Ég veit ekki helt í röglega eitthvað. En þú veist, mér finnst bara að við erum á Íslandi og það er bara fáránlegt að við séum með fullt af stöðum, minna að labba niður bæ og það er bara, þú veist, erlend nöfn út um allt. Já. Þú veist, ég gæti bara verið hvaða borg sem er. Já, sammála. Og erlenda keðjur, þú veist, ég er ekki hrifin af svona erlendu keðjum sem koma og taka við markaðinn. Nei, mér finnst það mjög skrítið að sjá fólk fara á Starbucks. Já, ég hef ekki farið um það. Nei, heldur ekki. Þú veist, ég er ekkert eitthvað endilega mótið því að fólk fara á Starbucks, þetta er snýst ekki það. Við erum smá mótið Þú veist, við erum sammála þetta. En ég þarf ekki að fara Enginn ætti að fara á En Starbucks. þú veist, og líka með flugvelli og okkur svona, þú veist, mér finnst að flugvellir eigi að vera svona, þú ætti að vita, þú ert í þessu landi, þú ert lentur hér, Já. en þeir eru allir alveg eins. Þú veist, Keflavíkurflugvöllur, Já, ótrúlega óspennandi núna. Sérstaklega, já, þegar hvað heitir það, Dagmann eða eitthvað. Já, ég veit ekki, en þú veist, þú færð ekki tilfinninguna á þessu á Íslandi. Nei. Þú getur bara verið hvar sem er í heiminum. Já. Þannig að ég vil bara íslenskuna allstaðar. Já. Og þetta er svona skoðan sem er svona Guðna Ágústsonleg, eða eitthvað svona sem er svona mjög íhaldsöm, sem að hendar ekkert endilega fólki undir 30. En mér finnst bara íslenskan það mikilvæg að ég vil halda henni. Þekkirðu Guðna Ágústsson? Já. En skemmtilegur? Mér finnst hann ógeðslega skemmtilegur. Mér finnst hann mjög fyndinn. Já. Og svona góður ræðmaður. Ert þú með skoðun á bændasamtökunum? Af því að ég þekki Guðna Ágústsson ekki persónulega. Nei. En hann er skyldur svila mínum. Ok. Og í nafnaveislu mákonu minnar og svila þá var hann og þá var, þú veist, framsóknarmaður að vinna aftur bændasamtökin, þú veist, það var einhver sjálfstæðismaður sem var formaður bændasamtökunum í einhver nokkur ár. Já, svona smá stál eitthvað. Já, og hann svona stóð upp og tilkynnti, þú veist, það var alveg búið að nefna barnið og allt það, skilurðu, eða skýra barnið. Já, það var næstum tilkynning. Þetta var ekkert óviðeigandi, en... Nei, bara mjög mikilvæg tilkynning. Já, hefur þú skoðun á bændasamtökunum? Mér er bara flott að það hagsmunasamtök fyrir bændur. Já. Ég held að þurfið þess alveg, þetta er ekkert eitthvað stétt sem að nýtur eins mikil verðleika og nætt að gera. Nei, það er bara mjög lélega borga að vera bóndi. En þetta er bara grunnþörf okkar sem mannkynns er að borða. Já. Og fæðuöryggið er mjög mikilvægt. Og við búum á eyju í Atlantshafinu. Já. Og við þurfum bara að tryggja það að hér sé matvælaframleiðsla. Og við sáum það líka fyrir COVID þegar að, veist, það hefði alveg getað gerst að landamærin hefði bara lokað. Hvað er COVID? Eitthvað svona heimsfaraldur sem var svona. Ef landamærin hefði bara algjörlega lokast og innflutningur hefði hætt, þá værum við í hræðilegri stöðu. Já. Og það er raunverulega eitthvað sem gæti gerst líka bara með náttúruvá, eldgosum og eitthvað og styrjöldum. Þannig að við verðum að vera allan að sjálfsögðu okkur nógum svona grunnmatarþörf, kjöt og fisk og vatn og Sælgæti og... Já, mjólk og grænmeti. Við eigum alveg að geta framleitt þessa hluti hérna heima. Já, en af hverju eru íslenski tómatar svona vondir? Þú framsóknarkona, þú lítur að geta svarað þessu. Mér finnst það ótrúlega góður á sumrin. Já, litlir tómatar. Já, mjög góður. Ok. En ég held að það sé líka bara tegundir, sko. Kannski þurfum við bara fleiri fjölbreytileika, aukinn fjölbreytileika í tómatategundum á Íslandi. Já, síðan osturinn okkar líka vondur. Nei, en ekki vondur. Hann er búin að komið svo mikið fjölbreytileiki í íslenska osta. Já. Hvað er það, feikir og eitthvað svona, alls konar. En það var kannski ekki góður þegar við vorum lítil. Það var bara eitthvað svona venjulegur gotti, eitthvað ostur sneiðum, skilur sem bara skólaostur. En núna er komið miklu meira fjölbreytileiki. Já, þetta er góður fetaostur og eitthvað svona, sem var ekki. Ja, salatostur. Já, fyrir ekki. Salatostur. En hann er mjög góður, íslenski. Já. Ertu með númerið hjá Sigurði Inga
í símanauðinum? Já, ég held að. Eru þið vinir? Já. Það veist, maður getur eitthvað besti vinnir en ekkert óvinnir. Þannig bara, ég get alveg hringt í hann, ég hef talað um. Já, ertu gift? Nei. Þegar og ef þú giftir þig, heldur þú myndi bjóða Sigurði Inga? Ef þú myndi gifta það á morgun, af því að Sigurður Ingi formaður Framsóknarflokksins. Ég held að það var gaman að hafa hann, sko. Já, og basically spurningin kannski svona, af því að þú ert í pólitík, hversu mikið heldur að svona praktík, eitthvað svona að framapott myndi, framapott ég er ekki að meina að ég ætla þetta bara orðið sem ég datt í hug, skilur, ég er ekki að segja þessu framapóttari. En ekki alltaf stjórnmálamenn smá. Já, það er framapottsbransi að vera stjórnmálum og ég er skemmtikraftur, það er líka framapottsbransi, maður þarf að potta. Þess vegna ertu með þetta podcast og svona. Já, podcast. En myndirðu bjóða, þú veist, hversu miklu heldurðu að, hver var hlutföllin á því, þetta er fólks, þú veist, hversu mörg myndirðu bjóða bara praktískt? Já, hvort ég verið með low-key brúðkaup eða eitthvað svona PR-stönd. Já, ok, ég held að ég myndi alltaf ráðleggja stjórnmálafólki að vera með eitthvað svona stórt brúðkaup og fá umfjöllun á Smartland eða eitthvað. Já. Af því að það var bara eitthvað, þú veist, massíf umfjöllun og þú veist, PR og fullt af fólki og þú veist alltaf þegar stjórnmálafólk heldur stóra afmælisveislur að þá er komið prófkjör eða kosningar. Er það málið? Það er smá þannig. Vá, hefur þú gert það? Nei, en sko ég verð 30 á næsta ári. Óheppilegt. Já, eftir kosningar. Ég fer ekki að halda eitthvað stórt 29 ára afmæli. Nei, það væri svolítið, það væri kjánalegt. Ég er undir afmælum páskana, þannig ég geti haldið eitthvað, þú veist, á föstudaginn langa. Já, það er allir frí. En þú eru náttúrulega fyrir vestan þá? Mögulega, það var næs. Já. Aldrei og síður. Já. Það er eina af mínum uppáhaldshátíðum. Það og menningarnótt finnst mér bara svona eiginlega bestu hátíðirnar á Íslandi. Já, ég það er svona báðar líka svona, authentic. Þetta er ósað mikið af svona sjálfsbrotnum viðbörum. Já. Og kostar ekki neitt og fólk fær bara að mæta og þetta er svona bæjarbragur í báði, bara öðru vísi. Já. Þannig ég er mjög hrifin af þessum hátíðum. Já, ég fór til London síðustu páska og það var, fór þá ekki vestur. Ég fór ekki, Hófi kom ekki með mér og það var, þú veist, það var verra en ég hefði mist af afmælinu hennar. Já, það var hræðilegt. Já. Það var ekki líka bara ömult í London, eða? Nei, það var geðveikt, en reyndar þá borðaði ég svo mikið af sáðnu söltu nautakjöt að ég gat ekki prumpað í 2 daga og var þá að drepast í maðunum. Ekki slett. Þetta er bara svo að vera þorrablót. Soðið saltið nautakjöt í London. En, ok, já, þannig að, en er einhver sem, bara árunum við klárum, er einhver sem þú vilt hallmæla? Bara almennt? Já. Í samfélaginu? Já. Kannski einhver pólitískur andstæðingur eða... Ég bara, eftir með fólki? Já. Nei, ég ger ekki svoleiðis. Aldrei? En ég ger bara svona hallmælt, þú veist, meðvirkni í samfélaginu. Ertu með eitthvað í huga? Ertu að hugsa eitthvað? Já, þú veist, af því að þú ert að fá hot take, sko. Já. Mér finnst við til dæmis vera svona slök fólk sem er flytið til landsins. Upp á það að læra íslensku. Já. Og nú kemur þetta líka mjög íhaldsamt, sko. Já. En mér finnst til dæmis að við eigum bara að setja kröfur til fólks að læra íslensku og við eigum að hætta að túlka svona mikið. Þú veist, við eigum bara að vera við túlkum bara í 3 ár en við getum alveg komið með hvata til þess að læra íslensku, bara ókeypis íslensku nám og eitthvað. En við eigum ekki að búa til eitthvað kerfi þar sem er bara ósjálfbært með það að við þurfum alltaf að túlka. Þá eru bara komið 2 samfélag. Íslands samfélag og svo eitthvað samfélag sem þarf að túlka fyrir til þess að skilji hvað er að gerast á Íslandi. Já, einmitt. Það er kannski svona, þú veist, ég myndi nú vilja að fólk geti samt fengið túlk eða hjá lögfræðingi eða... Já, þú veist, en ég er að tala svona almennt. Life or death, já. Já, þú veist, og við vorum með tillögum það að hætta að túlka bara svona almennt í skólakerfinu fyrir foreldra eftir 3 ár. En það ætti ekki við ef að líf og heilsa barna ekki. Já. En þú veist, það er bara gildir annað það. Og ég er náttúrulega bara að tala tungumálstúlkun, ekki tákmálstúlkun og allt annað. Já. En mér finnst bara svona, við erum miklu meira líbó með þetta heldur en önnur lönd. Þá lítur ekki til Frakklands og bara, ég ætla að fá túlkun á íslensku. Yfir á frönsku. Það er bara ekki séns. Já, mér finnst að tungumáluna mætti að vera frítt. En ég velti því fyrir mér hvað, þú veist, eftir þá 3 ár, ef fólk ætti að vera búið að læra íslensku eftir 3 ár, eru það bara að henda þeim á landi eða þið standast ekki próf? Nei,
Nei, ég veist, fólk náttúrulega bara, flestir koma inn að vinna í gennum EES-samningin, sko. Já, þannig við hendum ykkur hvort þið Nei, við þurfum líka bara að vinna fór afl. Já, algjörlega. En, þú veist, ef þú ert með hvata og frí íslenskukennslu, við lögum það til að allir foreldrar myndu fá, sem kæmi inn í landið, myndu fá frí íslenskukennslu í skólanum. Já. Og þannig það í Frakklandi. Í skólanum? Já, þú veist, við verðum bara bjóðið upp á námskeið fyrir foreldra. Já. Þú veist, sem að gæti það tekið átt sér stað í skólanum, þú veist. Já, ég er að kenna íslensku sem annað mál, sko. Mjög skemmtilega vinna. Já, ég trúi. Og kostar mjög mikið fyrir fólk að sitja þessi námskeið. Já, en það átti bara að vera frítt. Þú veist, fólk á bara að geta komið hingað og lært íslensku og tekið þátt í samfélaginu okkar. Það er heldur, þú veist, við viljum ekki búa í samfélagi þar sem að ákveð börn eiga foreldrar sem tala íslensku og hinir ekki. Því aðstöðumunurinn verður svo gigantískur. Þú ert líka sem barn að vera að þýða fyrir foreldræna. Ég man bara eftir því ég var í grunnskóla og var börn að fara úr bekknum til þess að þýða fyrir foreldrar sinni í bankanum. Já. Það er ekki staður sem að sitja börn í. Heldur eigum við þá að frekar að styðja við að foreldrar fái þessa kennslu. Auðvitað geti ekki allir lært svona hratt. En þú verður að vera með eitthvað svona gulrót og vönd. Já. Til þess að fólk læri. Já, mér finnst þetta góð hugmynd. Mér finnst þetta algjörlega þarna. En þetta var rosalega stjórnmálalegt, hvað ég sagði, viltu hallmæla einhverjum og þú eitthvað. Já, við ættum að kenna fólki íslensku. Það var mjög pólitísk klækjubragð. Þið var að koma að mínu máli að, sko, það eru kosningar. Já, það eru kosningar. Heyrðu, ok, er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Nei, ég veist bara ekki konsept. Takk. Ég vil fá meira svona take. Þetta líka fæk mig til að hugsa bara hvar liggja mína öfgafullstu skoðanir. Þú veist, að ég er ekki með öfgafull held ég. Eins og er allir með eitthvað svona öfgafull skoðanir. En þú veist, ef við ímyndum okkur að myndavælinn sé ekki í gangi. Já. Og bara lokar augunum og það er ekki myndavélar eða ljósa mikrofónar. Hvað, þú veist, hvern hattar mest í borgarstjórnum? Þú getur sagt mér það, ég segi Ég ætla að hata engan, sko. Ég er alltaf leiðileg. En þú veist, það er almennt þannig, það sem að fólk sér ekki, er að fólk vinnur bróðslega vel saman. Já. Er það eins í borgarstjórn og á Alþingi, þú veist, að 90% mála eru bara leiðileg og tæknilegs eðlis og fara bara í gegn? Og það bara nefndunum. Já. Og það, þú veist, þú komast ekki í þessu umræðu og þú veist, að lesa í enginn þessar fundagerðir, það fylgist enginn með fundur borgarstjórnar. Það sem kemst í umræðuna er oft bara eitthvað svona mjög, stundum bara lítil skrítinmál sem er ekki svona, sko, það stór fyrir hagsmuni borgarbúa en eru eitthvað neginn ná að vera eitthvað svona smelli fyrirsögn sem að komast inn í umræðina og er eitthvað ágreiningur um. En svona 90% tilvika eru bara mjög góð vinnir og erum bara að ná að vinna saman og það er líka markmið okkar. Við erum ekki aðeins til að vera eitthvað alltaf gett leiðileg, heldur til þess að vinna saman. Allan þannig horfum ég á það, en þú veist, það er líka kannski bara eitthvað svona Gen Z pólitík að vera eitthvað, erum allir að vinna saman og vera í samvinnu og eitthvað. Við erum bara að vera í skólakerfinu alltaf í ykkur hópaverkefnum og okkar verkefni er að leysa þau, ekki vera í ágreiningi. Það er líka bara annars konar uppeldi í skólakerfinu. Hvað, þú ert 97 módel, já, þannig að þú nærði að vera Gen Z. Já, ég er fyrsta Gen Z. Eða svona, ég er að mörka, 97 er held ég fyrsta ára, sko, sem er Gen Z. Ingvar Þóroddsson er eini Gen Z á þingi, eða ekki? Já. Hvort ykkar er eldra áttur? Hann er 1 ára yngri en ég. 1 ára yngri en þú? Já. Ok. Þannig að hann er meira Gen Z. Já, ég talaði við hann daginn og það var bara Gen Z orkan laka á honum. Ertu bara guð, ég er sem millennial. Magna, takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir, það var mjög skemmtilegt.